Ég myndi segja að þetta væri sýning fólk og tilfinningar og lífið og dauðann. Það svo sem kannski svolítið erfitt að segja. Ég hef svolítið verið að skrifa þessa svona dimmari hliðar mannsins og óhamingjuna og svona leið ástina. Og þetta svona í sama þema kannski á fyrri verk. Já, hvað maður að segja? Að gera umgjörð sem hæfði þessu verki, það svona að reyna að binda það saman í eina heild, allar senurnar, þannig að það myndi flæða vel í gegn og við þyrftum ekki að vera með senuskipti og síðan þyrfti ég að skipta eða að skila svona þessum myrka heimi sem að er runni, allt þetta fólk er svolítið fast í. Já, þetta er svona frábrugðið því sem ég hef gert áður. Það hefur náttúrulega verið, það eru fleiri leikarar, maður þarf svona að gæta svona ákveðnu jafnræði svona milli hlutverka og mér langar til að gera verk sem að væri ekki bara það sem að allar persónur ættu sömu sögu og væru þátttakendur í sömu sögu. Það var ekki mikið svona mónologa og heldur væri þetta svona hefðbundið leikrit að mörgu leyti. Og það var svona mjög erfitt að svona reyna að raða þessu öllu saman, en svona ég vona að þetta hafi tekist svona á endanum. Þetta mér fannst einhvern veginn, við þyrftum að reyna að skapa venjulegt fólk, nútímalegt fólk, bara nútíma Íslending sem að gæti verið í þessum sporum. Það líka voru skýrar línur í verkinu kannski frá hvaða tíma og frá hvaða stöðum og hvernig, úr hvaða kreðsum þetta fólk kemur. Og já, þannig að þetta er svona svolítið, hvað maður að segja, kannski þýskan í gær, ef eitthvað er. Við fjallar málefni sem bara eru þannig að þau eru ekki við höfð barna.